Jæja, komiði sæl. Ég ætla að reyna. Já, komiði sæl og verið velkomin á þessa örráðstefnu. Ég heiti Sóley og ég fekk krabbamein árið 2017. Hann alveg sprelllifandi í dag. Getum þakka fyrir í dag eru bara mjög miklu lífslíkur á að maður greinist með krabbamein. En ég gekk til liðs við stjórn Krafts árið 2018 og mjög stolt af að taka þátt í þessu frábæra starfi. Í dag eru breyttir tímar, það miklu opnari umræða og hluta batanum náttúrulega að ræða hlutina og þar kemur Kraftur sterkur inn. Kraftur var stofnaður fyrir 20 árum síðan og stuðningsfélag fyrir ungt fólk með krabbamein og aðstandendur þeirra. Það eru 70 manns á ári sem greinist með krabbamein í aldurshópnum 18 til 40 ára. Kraftur hefur verið að efla þjónustuna mikið síðustu ár og þar má nefna sálfræðiþjónustu, markþjálfun, endurhæfingu í formi hreyfingar, útivistar og jóga. Og við gerðum könnun á meðal félagsmanna í fyrra og út úr því kom að við ætlum að efla starfið enn frekar á landsbyggðinni. En nú afmælisár Krafts og þessi örráðstefna, Fokk ég með krabbamein, liður í því að fagna afmælisárinu. Við munum vera með viðburði í hverjum einasta mánuði ársins og í kringum 20. hvers mánaðar. Og hvaða dagur í dag? 20. mars. En í janúar þá héldum við Lífið núna festival á Hilton sem var rosalega vel heppnað. Í febrúar kom út podcast, Fokk ég með krabbamein, ásamt þegar við gáfum út bókina. Og þetta allt hluti af vitundavakningu, fræðslu, ásamt því að vera skemmtun fyrir félagsmenn. Kraftur hefur frá upphafi beitt sér í hagsmunabaráttu ungra krabbameinsgreindra. Á síðustu 20 árum hefur margt breyst og vissulega hefur Kraftur og félagsmenn þeirra gert umræðan krabbamein opinskáa. Það skiptir máli að félag eins og Kraftur sé til fyrir hagsmunabaráttuna og halda utan fólk sem greinist með krabbamein og aðstandendur þeirra. Áður en ég býð hann Atla velkominn á svið, en hann ætlar að vera fundastjóri hjá okkur í kvöld, að þá langar maður að þakka nokkrum aðilum. Mig langar að þakka Vís, en við fengum styrk úr samfélagssjóð Vís til að halda þessa ráðstefnu. Stúdentakjallarinn fyrir þessa frábæru aðstöðum. Sigvaldi sem koma fram og syngja fyrir okkur í hlénu. Atla Má sjálfsögðu fyrir fundastjórnina og síðan allir fyrirlesararnir sem munu koma fram á eftir og sama sem fyrir blómin. Þá þakka ég fyrr og gef Atla hljóðið. Takk fyrir það. Atli Már heiti ég og dagskrármaður á RÚV. Ég ætla að vera með ykkur í kvöld og halda þessu utan fundarhöld. Þetta örráðstefna sem gera verkum að ég mun gefa þeim sem eru að halda smá tölu tímaramma og ég mun halda mig mjög fast við hann. Þannig að þeir sem eru að koma eitthvað upp, þeir munu sjá mig svona kannski sniglast og gefa svona miða og þetta svona pínu ef einhverju að fara á morfískeppni þá þetta bara eiginlega nákvæmlega þannig nema aðeins svona lengri ræður. Ég ætla að benda á klóstin eru hér, það tilboð á barnum, það happy hour til 7. Þið getið líka fengið kraftslitaðar franskar sem eru ekki franskar sem búið að mála eða eitthvað þannig, heldur bara sætkartöflufranskar á 550 og það Mexikosalat á 990 þannig að þið getið borðað og drukkið með þeir að fylgjast með þessu. Svo lengi sem þið verið ekki orðin bara eitthvað svona erfið og leiðileg í endan og ég náttúrulega kem algjörlega kaldur inn. Ég þekki ekki marga sem hafa greinst með krabbamein og hef ekki fengið það sjálfur þannig að ég svona bara mjög áhugasamur að heyra bara allt sem fer fram. Það í raun
ekkert fleira sem ég þarf að segja, svona, við erum á Facebook live, já, þannig að öll frammíköll eru kannski illa séð, en ég kannski tala við mjög rangan hóp varðandi það, en síðan er það bara, já, þið megið nota hashtag, millumerki fokk, ég er með krabbamein, eða millumerki kraftur 20 ára, kraftur, lífið er núna, þið megið ráða hvað þið notið af þessu, og síðan ætla ég að minna á að í lokin þá eru spurningar, þannig að ef ykkur dettur eitthvað í hug, einhverjar spurningar, þá bara mæli ég með að skrifa það bara niður hjá ykkur í notes eða eitthvað í símanum og síðan getið þið spurt svona í lokin, af því að þið munið örugglega gleyma því ef þið skrifa ekki niður, þannig að ég mæli með að þið gerir það allavega. Já, það er eiginlega ekkert meira sem ég þarf að segja ákvörð núna. Ég ætla bara að bjóða Hildi Björk og Daniel Reynisson á svið, þau eru þau sem störtuðu þessu öllu fyrir 20 árum síðan. Og þau ætla svona aðeins að segja okkur hvernig þetta hefur allt saman gengið. Við bjóðum velkomin á svið. Daniel og Hildi. Halló. Barnið ekki lengur unglingur? Bara verið fullorðinn einstaklingur? Góðan dag öllsömmul og til hamingju með daginn. Eigum við að hefja þessa vegferð. Af hverju kraftur? Kraftur hefur gengið í gegnum blíða og stríða tíma. Í fyrsta lagi að þá var þörfin mjög mikil fyrir félag eins og kraft. Og ungt fólk hefur að sjálfsögðu aðrar áherslur og aðrar þarfir en þeir sem eldri eru. Og svo áttu við því miður ekki samleið með öðrum stuðningshópum hjá Krabbameinsfélagi Íslands. Þannig að hugmyndin að krafti, hún vaknar þegar ég greinist sjálf með krabbamein 23 ára árið 94, það er ansi langt síðan. En þá fór ég svona bara lítið kringum mig þegar ég eftir 5 vikur inn á spítala var búin að vera mjög veik og fer svona kanna hvort að sé einhver stuðningur í gangi fyrir ungt fólk. En svo var ekki. En ég fór reyndar og fór á fund hjá Styrk sem er stuðningsfélag hjá Krabbameinsfélagi Íslands en átti ekki samleið með fólkinu þar. Þannig að þessi hugmynd svona lá í dvala hjá mér lengi og ég greinist svo aftur 97 og fyrir mergskipti. En í millitíðinni stuttu eftir að ég útskrifast af spítalanum í fyrraskiptið, 95, þá fer ég sem sagt að aðstoða ungan dreng. Og hann var mjög illa haldinn að sínu krabbameini og ég var beðin að fara og tala við hann sem ég og geri. Hann stendur þarna til vinstri númer 2 þarna í efri röðinni, Jón Bergur, og ég hitti hann sem sagt upp á spítala og átti við hann gott samtal og ég held að hann hafi liðið svolítið betur eftir að hann var búinn að hitta eitthvað sem var nýbúinn að fara í gegnum svipað á hann sjálfur og ég var sjálf bara með örstutt hár, bara krúnurökuð og var reyndar að vinna með krökkum allt sumarið og voru hann brún og sælleg. Þannig að hann allavega og svona við fórum bara, svo líða 4 ár þarna á milli og svo hittust við á djamminu. Þannig að það er svolítið skemmtileg saga. Það er gott að fara á djammi stundum. Og þar var konan hans líka með honum á djamminu og við fórum að tala þörfina fyrir stuðningshóp. Og þau drifu í þessu, hringdu í mig bara nokkrum dögum síðar og bara boðuðu til stoppfundar. Sem sagt í eldhúsinu heima hjá þeim í Kópavoginum. Og við erum flest á þessari mynd, ég held að við verið cirka 10 á þessum stoppfundi, en það eru, ég held að séu flestir aðilar á þessari mynd sem voru á þessum stoppfundi. Og svo var ekki aftur snúið. Fyrstu fundinni voru reyndar haldnir á Ari í Augri og það var mjög gaman þar líka og alltaf skemmtilegt á fundum hjá okkur, stjórnarfundum. Ég er sem sagt fyrsti formaður Krafts og við héldum síðan kynningafund 27. febrúar árið 2000 og fylltum, algjörlega stútfylltum efstu hæðina í Krabbameinsfélaginu. Og eins og þið sjáið, það var bara algjörlega pakka út úr dyrum og ég held að það hafi verið hátt í 300 manns sem mættu og margir hverjir skráðu sig í félagið. Og helstu markmið okkar í upphafi voru að sjálfsögðu endurhæfing fyrir krabbameinssjúklinga. Hún er gríðarlega mikil og í dag skilst mér að það sé einhvers konar hæfing sem hefst bara strax við greiningu, sem er algjör snilld. Ég veit ekki hversu mikil endurhæfing eftir greiningu eða eftir meðferð ég þekki ekki nógu vel, en svo þetta bara að vera til staðar og miðla reynslu
og við vorum að sjálfsögðu með opinn síma allan sólarhringinn. Það var svolítið too much sko fyrir okkur í lokin, en þetta gerðum við og skiptumst á að sjálfsögðu. Og svo náttúrulega almenn réttindamál og að koma öllum hagnýtum upplýsingum fyrir krabbameinsgreinda á eitt stað. Það var svona lykilatriði og svo að sjálfsögðu jafningjastuðningurinn. Og okkar fyrstu skref, það var að sjálfsögðu að semja lögkraft, svo mér langaði bara að koma inn á eitt sem við settum inn í lögin, að það var að formaður mætti ekki sitja lengur en 2 kjörtímabil og 1 kjörtímabil voru 2 ár, þannig að við vildum sko að félagi myndi ekki eldast með okkur. Það var alveg númer 1, 2 og 3. Við vildum fá nýtt blóð inn í félagi sem hefur gengið mjög vel og bara það algjörlega frábært. Svo vinnum við að heimasíðum, bæklingum, bók og ýmsu öðru og að sjálfsögðu vildum við stuðla að velferð og upplýsingagjöf til krabbameinssjúklinga og vinna félagslegum og andlegum þörfum. Og svo náttúrulega kemur lífskraftur þarna sterkur inn, þar sem við náttúrulega tókum saman allar upplýsingar sem við mögulega gátum hugsað og ýmsir viðburðir sem við vorum með og persónlega viðtöl sem náttúrulega svo þróaðist svo í náttúrulega eða svona varð jafningastuðningur, síminn, lógóið hannað og ýmislegt annað og bara svolítið þetta voru alltaf aðrir tímar. Þetta var ekki svona, netið var ekki orðið svona rosalegt eins og það í dag. Það var miklu erfiðar að finna allar upplýsingar, þannig að við þurftum svolítið að grafa eftir þeim. Og svo sjálfsögðu fjáraflanir og styrktaraðilar. Og það er gaman að segja frá því í upphafi að við rákum hana kraft bara eins og lítið fyrirtæki. Það var mikill svona frumkvöðla kraftur í gangi og við vorum með 5 nefndir og allir fundir voru mjög vel skipulagðir, við vorum með stjórnarfund einu sinni í mánuði og það var alltaf dagskrá og ég man bara svona að segja frá því að það var einn verkfræðingur sem var með okkur, hann hafði aldrei farið á svona skipulagða fundi og það var bara klukkutími en þeir sem vildu vera lengur, sem var iðulega þannig að við vorum lengur því það var svo hrikalega gaman hjá okkur og við náttúrulega varum ýmsa viðburði og skemmtilegt og þið sjáu, þarna erum við á Akureyri, búin að vera á hana fundi þar hjá Krabbameinsfélaginu. Jæja, Daniel. Já, við heldum eins og Hildur segir, við heldum fundið allt milli himins og jarðar og nótruðum hjá okkur hvað við ætlum að gera og þegar maður fer í gegnum gamla fundagerðir að þá hugmyndagöfgin mikill. Allt frá hárkollu uppboðum sem aldrei varð og að öðrum hugmyndum eins og lífskrafti sem urðu að veruleika. En þarna erum við strax byrjuð 2001, það er einhvers staðar ártal, 2001 að þá erum við strax byrjuð að safna að einhverju leyti efni og hugmyndum hvernig bókin kæmi til með að líta út. Þegar við fórum að skoða myndirnar þá tókum við eftir því að við grilluðum rosalega mikið. Það er en það er náttúrulega bara partur af þessu öllu er að við hittumst og erum saman og getum deilt þessari reynslu á milli okkar. Þarna er auglýsing safnað fyrir kraft og það voru svo margir sem á þessum upphafsárum komu til okkar að fyrrabragði og buðust til að styrkja okkur, buðust til að hjálpa okkur. Og þarna var dansmiðjan til dæmis, er ekki Jói í dansmiðjunni? Jói Dans, já. Og hann kom og hélt svona danskynningu eða dansmarathon. Það var kallað danskraftur. Já, áheita dans í Kringlunni. Halló? Búið slökka á þér? Já, búið slökka á mér. Mér líka? Nei. Þá vorum við að skipta á milli. En við grilluðum, já. Heldum áfram að grilla mikið. Fyrstu grillin voru, hvað heitlega, Hellis? Nei, það var seinna, Helliskerni. Já. Þetta var upp í Heiðmörk. Upp í Heiðmörk. En þið sjáu að það var mikið fjör hérna hjá okkur. Mikið grillað. Skemmtilega myndir. Amma náttúrulega mætt. Hún er enn á lífi, verður nýrað á árinu. En þetta er hún Anna Pálína líka sem er frumkvöðull að sólagöngunni sem við förum yfir á eftir. Og svo er það lífskraftur. Fyrsta bókin, hún kemur sem sagt út 16. apríl 2003 og Gulla, hún er hann glottir og ánað að sjá sig þarna mynd með okkur og þetta var alveg ótrúlega flott. Við vorum þess að 3 í þessari ritnefnd, ég og Daniel og Gulla og þarna er 3 ára vinna loksins að skila árangri og við erum þarna að afhenda henni einum félagsmanni fyrsta eintakið, henni Helgu Boga heitinni og á hinni myndinni erum við með verndara félagsins Karl Sigurbjörnsson sem sagði nokkur velvalin orð og svo að sjálfsögðu mætti Vigdís Finnbogadóttir
og svo var svolítið gaman út að við hittum hann aftur daginn þegar að nýji lífskraftur kom út, fokkið með krabbaminn. Þannig að sjáum við hefum elst hann 20 ár og Vigdís enn hann alltaf jafn falleg og fín, yndisleg. Og svo svona gerast kraftaverk og þetta náttúrulega eitt af því sem við erum alltaf að glíma við, þeir sem að fá krabbaminn, ófrjósemi og bara erfitt að eignast börn. En kraftaverkin gerast og okkur varð barnalán mörgum í hópnum. Aftur á Akureyri og þannig Guðrún Agnarsdóttir og fleiri. Og hérna bara smá frétt. Og svo komið að 5 ára afmæli. Já. 5 ára afmælið, þá þurftum við náttúrulega að gera eitthvað mjög stórt. Og hugmyndin var að ganga sólamegin í lífinu og halda þessa svokölluðu sólargöngu. Kemur frá Önnu Pálínu heitinu. Og verkefnastjórið þarna tók þetta verkefni að sér, hún Anna Ingólfsdóttir sem var starfsmaður Krafts á þeim tíma og stýrði því með miklum myndabrag. Það er svo minnistætt þegar við förum af stað og erum þarna ennþá upp við Hallgrímskirkju. Fámennur hópur og svona ekkert vitandi það hvort að nokkur myndi mæta. Við vorum búin að blása í alla blöðrurnar, búin að passa netið mjög vel og svo bara eiginlega á slaginu þegar gangan átt að byrja að þá gjörsamlega, ég vissi ekki hvaðan allt þetta fólk kom því það streymdi að úr bara allstaðar og það fór hrollur mann, bara svona vellíðunar hrollur einhvern veginn að sjá hvað við höfum náð mikillega athygli og þetta fyrir daga náttúrulega Facebook og fleira og þarna gengum við niður Skólavörðustíginn og mann þegar maður var neðst á Skólavörðustígnum og horfði upp að þá var línan alla leið upp að Hallgrímskirkju. Ég veit ekki nákvæmlega hvað komum margir en þetta var með eftirminnilegri svona viðburðum. Takk fyrir. Og þarna sleppum við blöðrunum. Já, strax að lokinni göngunni þá var farin í Ráðhús og þar var boðið upp á köku en eins var skrifað undir samstarfssamning Kraftur og áhugafólk einkarekstur endurhæfingarstöðvar sem í dag ekkert annað en ljósið. Við skrifum hérna undir samstarfssamning að fara í að skoða kostnaðargreina þetta var viðskiptaáætlun vegna upplýsinga og þjónustumiðstöðvar með áherslu og endurhæfingu. Þó svo að Kraftur hafi ekki farið alla leið og verið partur af því að stofna í ljósinu eða í krabbameinsstöðinni, krabbameinsfélaginu fyrirgeðu, að þá gáfum við alla vinnu okkar, alla hugmyndavinnuna á aðalfundi Krabbameinsfélags Íslands sem við sjáum síðan alveg greinilega inn í ráðgjafarþjónustunni í Skógarhlíð í dag. Þannig þessi aðkoma Krafts, hún hefur sannarlega skipt máli. Og við grillum. Björgvin, hann mættur? Já, við vorum framsækin í svona hugmyndagöfginu í það sem við vorum að gera. Og einhvern tímann datt okkur í hug að kanna hvað myndi kosta að leigja bara húsdýragarðinn undir grillveislun okkar. Og jú, við gerðum það. Og ég get alveg sagt það var dýrt, en það var ógeðslega gaman. Og það var rosalega margir sem mættu. Og þetta eru myndirnar þaðan. Já, yfir í annað. Og ég ertu með krabbamein, hétt nafnið á diski sem við gáum út fyrir ansi mörgum árum síðan og það er svo skemmtilegt að horfa á nafnið á lífskraftsbókinni sem heitir núna Fokkið með krabbamein. Þetta greinilega, grunntónnin alveg samur. Sko, Ojéttu með krabbamein það sem einn af okkar meðlimum á þeim tíma, Páll Jens, hann fékk að heyra þetta einhvern tíma þegar hann var með félögum sínum og hann var að segja frá hvað var í gangi hjá sér og þá var þetta viðbragðið sem hann fékk og okkur þótti þetta flott á þeim tíma. Og það áfram grillað og bara svona meðan við erum farið gegn þessar myndir þá bara væri gott að koma því að það náttúrulega gríðarlega margir sem hafa komið að starfi Krafts. Þú veist, við erum náttúrulega verið alltaf með mjög öflugar stjórnir og nefndir og ýmsa aðra aðila sem hafa komið að starfseminni. Hvað þetta? Þetta eitthvað svona
verða einhverja trufla okkur hérna. Þegar Guðrún Helga sé ekki með okkur hérna. Jæja, þá eru það fjáraflannar. Og Síminn og Vís voru okkar helstu bakkjarlar í upphafi og styrktu vel við bakið á okkur því að án þeirra væri sennilega kraftur ekki til í dag. Og svo komu náttúrulega mjög margir aðrir í framhaldinu. Atlanta var með myntsöfnun borð í vélunum. Það var enda svolítið erfitt að koma myndinni í verð. En það tókst árið 2003 eða 2004, þá var það í einum fundargerðunum. Þetta var styrkur upp á fleiri kíló heldur en krónur kannski nánast? Nei. Þetta enda allavega í einhverjum milljónum. En svo voru Oddvélastúkurnar mjög líka rausnarlega við okkur og Reykjavíkurmaraþonið hefur gengið betur og betur með hverju árinu held ég. Og svo danskraftur sem við búin að minnast á. Og svo eru það enn frekari fjáraflanir. Já. Appelsínugulu arböndin, Hildur man vel eftir þeim og flíspeysunum. Við tókum þarna stuttermabóli og regnhlífarnar og mér langar að segja frá þeim með regnhlífarnar að því að á einhverjum stjórnarfundinum að þá sem sagt voru við krafturinn sé með ykkur. Það var svona komið eitthvað, ég man ekki hvort að Star Wars var nýbúið að vera, einhver myndin var búin að vera í sýningu. En við þýddum þetta bara May the Force be with you eða notum það slókan aðeins og það endaði á regnhlífum sem seldust alveg ágætlega. Það kláruðust allana, annað heldur en appelsínugulu böndin, ég skilst á Huldu að þau sé ennþá til í Skógahlíðinni. Þannig við höfum greinilega keypt ágætlega mikið magn. Ég tók eftir því upp í leitarstöðum daginn að þetta eru öllum lyklum og ég er mjög ánægð að sjá þetta, ég kannast eitthvað við þetta armband. Þannig að þetta lifir endalaust. En svona ætlum við okkur langaði að sýna ykkur eina auglýsingu því að ég og Daniel og Guðrún Helga heitinn vinkon okkar sem var mikil vítamínsbrauta fyrir okkur í krafti. Það var ekkert ómögulegt hjá henni. Þú veist, við vorum eitthvað að vesenast að við getum gert þetta, eitthvað bara, stendur eitthvað staðar að við megum ekki gera þetta. Við gerum þetta. Þannig að hún svona hvatti okkur mikið áfram og bara var virkilega gaman að vinna með henni. En nú sé ég ekki playtaka hér á þetta. Ok. En gjörðu svo vel. En ég ætlaði bara svona aðeins að minnast á. Ég held að sonur hennar sé hérna í salnum. Arnar Sveinn, ertu hérna? Blessaður. En litli sæti strákurinn sem þið sjáið, þetta er Arnar Sveinn, hérna fótboltagaur. Þannig að gjörðu svo vel. Fer þetta ekki staðinn svona? Er ekki hljóð? Hljóð? Er ekki hljóð? Halló. Æjæjæ. Það væri nú skemmtilega á hljóð. Ok, tæknilegir örðuleikar, það vantar hljóð. Já, þá höldum við áfram, náum þessu kannski. Við sýnum þetta í lokin þá, ef við erum að redda þessu. Já. Flott. Hann skilur í dag að lífið ekki dans á rósum. Það getur alltaf eitthvað komið upp á. Hann var dálítið út undan, rétt eftir ég greindist. En í dag þá nýti lífsins og þess að við dættíma með strákunum og fjölskyldunum. Guðrún Helga Arnarsdóttir greindist með krabbamein árið 1993 og aftur 1998. Guðrún tók strax stefnuna á sigur. Þú fær lífssjúkdómatryggingu hjá Vís og Landsbankanum. Þetta var til dæmis mikill, sem sagt, maður fékk svo mikla orku til dæmis frá þessum félögum sínum og sérstaklega Guðrún Helgu og ég veit ekki hversu oft maður hugsaði til þess þegar maður var eitthvað að vorkenna sér í stjórnarmennskunni og þetta væri erfitt að halda svo öll gangandi. Já, ég held áfram, hún hefði gert það. Herðu, stuðnisnetið er sem sagt annað stórt verkefni sem við náðum að koma á laggirnar. Þar vorum við í samstarfi við Gyðu Eyjólfsdóttir sálfræðing sem við sömdum við að sem sagt bara byggja upp netið og jafningjastuðningurinn, jafningjafræðslan er í rauninni, ja, er með því svona sem ég þykir líka eitt af vænstum í félaginu. Það er ekkert svo jafnast á við það að hitta eitthvað sem hefur upplifað svipað og maður sjálfur og á þeim tíma sem maður er í erfiðum eða þú veist á bara erfitt og þá er mjög gott að hitta eitthvað sem maður hefur upplifað sama
og svo er komið að 10 ára afmælinu okkar. Og þá voru hérna 9 vaskir, menn og konur úr Vestmannaeyjum að sjálfsögðu sem að ákveða að fara á 2 gúmmíturum í kringum landið og kynna kraft og safna pening og það gekk alveg svakalega vel, svo voru við náttúrulega líka með afmælispartí og annað, en þetta var alveg ótrúlega flott verkefni hjá þeim og við þökkum þeim kærlega fyrir þetta framtak. Og næstu 10 árin þar á eftir, þegar okkur yngra fólk tók við, sko við höfum byrjað á mjög mörgu og við höfum klárað furðumargt og við erum alltaf að læra á hverju einasta verkefni sem við höfum tekið að okkur, þó þau hafi ekki öll lukkast sem best kannski, en þau hafa öll kennt okkur einhvað. Stutt okkur, hvort ekki gegnum súrt og sætt. En svona að lokum, það sagði enginn að þetta væri auðvelt. Njóttu lífsins núna, þetta svona, hefur verið slagorðið okkar í gegnum árin. Þetta er ekki æfing, þannig að við þurfum að njóta dagsins í dag sem og ávallt. En takk kærlega fyrir okkur. Við vonaði að þið fengið einhverja smá fræðslu. 10 ára á 20 mínútum. Já, þannig að við þakkum fyrir okkur. Takk fyrir. Takk. Þakkum Hildi og Daniel fyrir. Ég ætla að minnast aftur á podcasti sem Sóley talaði hérna fyrst. Fokk ég er með krabbamein. Þið getið nálgast á Spotify, það er bara eins einfalt að það er. Ef þið skrifir bara fokk ég er og þá kemur það upp. Þetta verður frekar auðvelt. Ég ætla að minnast á vegginn sem er hér sem ástendur fyrir hvert segir þú fokk krabbamein. Þið megið skrifa á hann og ég hveti ykkur til að vera eins gróf og þið viljið. Það er mjög svona hreinsandi. Síðan inn á síðunni í lífið núna, þá 20. hvers mánaðar, þá opnar svona nýr dagatalsgluggi eins og jóladagatal og þar getið þið fylgst með hvað er að gerast af því að þetta er ráðstefna, það er búið að vera festival í janúar, í febrúar kom út bók og þið getið nálgast hana bara hérna frammi ef þið veitum eitthvað sem þarf á henni að halda, hún geti nýst einhverjum. Fokk ég er með krabbamein heitir hún. Og síðan í apríl mun opna fræðsluvefur Krafts og í maí er verið að plana lífið er núna hlaup og fjölskylduævintýri þannig að það er nóg að gerast. En núna þarf ég að skipta yfir í ensku af því ég þori ekki að fara í dönsku af því að við ætlum að bjóða verkefnastjóra Ung Kraft velkomna. Hún er frá Danmörku og hún ætlar að tala eins við okkur bara munin á því að greinast með krabbamein í Danmörku og hér heima og vera ungur þar að segja og hvernig ferlið lítur út hjá þeim. So I'm going to switch to English and welcome Signe Tydal. Yeah? Takk skal du ha. Hi, and thank you for having me over. I've been very exciting to come to Iceland. I've never been here before. I am Signe, and I'm from Denmark. I work as a project manager in Ung Kraft, which I think is the equivalent of Kraftur in Denmark. I have come to tell you a little bit about how it is to be a young cancer patient in Denmark. I will do that by telling you a little bit about Ung Kraft and how we work for young people with cancer's rights. And then I'll tell you something about being young with cancer in Denmark in general. And something about cancer treatment in Denmark as well. And with that I'll also tell you about subsidy schemes and how we pay and do not pay for treatment in Denmark. And then I think that will be it. In Denmark, around 1,400 adolescents and young people, adolescents and young adults, also called IAS, aged from 15 to 39, gets cancer every year. And in Denmark, around 37,000 gets cancer every year in total. So with that said, the young target group is quite small.
But as I think you all know, it's not therefore less important to put focus on this target group. And that's what we do in Ung Kraft. And our most important job, if we should say it ourselves, is to bring young people with cancer together. And we do this through social media, local youth groups, and a variety of different projects focusing on young people with cancer. On our social media, we tell the young people's stories, the good ones, of course, but also the tough ones and the sad ones and the happy ones. And we find that this creates a platform for young people to meet and to be inspired and help each other and exchange experiences. And then we have our local youth groups. We find them 11 different cities in Denmark, and they are led by 2 to 3 volunteers who have or have had cancer themselves. They arrange different activities once a month where young people with cancer can meet and talk with each other. And then they administer a closed Facebook group, which is like a virtual meeting place where you can share your thoughts and anxieties and good news and bad news and get feedback from other people who have been in the same situation as you. One of the many projects that we have next to our youth groups is what we call a bag full of hugs. It is a bag like this one with the text "You are not alone" printed on it. And inside we have a lot of different small gifts and also information which is written for young people. This book called "Fuck, I Have Cancer, What Now?" is a book we've written with all the information that we find that young people actually need. And I think that it has been also an inspiration for a new book that Kraft have made. And it is basically 170 pages of pictures and quotes from young people who have or have had cancer. And then, of course, a lot of information around treatments and hospital life, of course, but also all the information about sexuality, relationships, education, working life, family, and all those things relating to having a life and being a young person. The bags are handed out by nurses on the hospitals, and they're given to every time a young man or woman have been diagnosed with cancer. The project ensures that most young people who gets cancer knows about our network, but also gets the feeling that they're not alone, that someone have thought of them, and then they get all the information that we know they don't always get when they're at the hospital. But it also helps put focus on the young patients as a special target group on the hospitals, and it gives doctors and nurses a very valuable tool to actually give extra special care to young patients, which they have a hard time doing in their busy everyday lives. Ung Kraft is not as old as Kraftur. We were established in 2006 by also a group of young people who found it unreasonable that there were not anything going on specifically for them. Because there have been focus on children as a patient group for a long time, and we have children wards, big ones at the hospitals in Denmark. But being a young adult, you don't really fit into the children wards at the hospitals, but you also don't relate to the real adults who are, most of them will be like over 60 years old, and they have already lived their life and gotten their experiences, so you don't have that much in common. So in 2006, Ung Kraft was founded in very, very small. The Danish Cancer Society allocated around 5% of one person's work to look into what can we do for young people. And quickly she found out that there was a lot of potential in this, and since then we have grown to become a bigger network. We are now 2 employees,
And we have our 11 youth groups and 40 volunteers, and then a big variety of projects for young patients. And this development we also see in society in general. And even though we think that we still have a lot to work for in Ung Kraft, we cannot oversee that there are actually happening a lot of things for young people or young patients in Denmark. And nurses and doctors are actually very keen to also do more and to learn more about how do we care for young patients. And I cannot elaborate on everything that's going on, but I've just chosen a few points that I think is pretty cool that I want to tell you about. For example, the last time our parliament reached a settlement about cancer treatment, it was in 2017, and it was called the Cancer Plan 4. It had a specific paragraph just about young patients. And it also set aside a special youth fund where hospitals and regions and municipalities could apply for funds if they want to make any special projects for young patients on the hospitals or with rehabilitation, for example. And then we have on 4 of our biggest hospitals in Denmark, we have youth rooms where young patients can come when they're hospitalized, or they can come from home, or when they're in for treatment, meet other young people instead of sharing rooms at the hospital with the older patients. And 2 of these youth rooms are actually led by a full-time youth ambassador who is a nurse who is just hired to be there for young patients. And that means that whenever a young patient come in and go to this youth room, there will always be someone there to talk to them, to attend to their needs, and to find out how they can get the help that they need. And they're really popular and used a lot. And then nurses in Denmark has the possibility to take a special degree in youth care. And when they have taken this degree, they can call themselves youth ambassadors. And we have quite a few of them on all the different cancer wards on our hospitals. And I think it's quite popular to take this degree in order, again, to get more information on how do I give care to young patients. Then the last thing I just want to say about that is that we also have a National Center for Rehabilitation, which is currently researching into what are the needs for in young patients when it comes to rehabilitation. And they do this by having biannual special weeks with rehabilitation for young patients between 18 and 40. And then they have a national network for professionals working with rehabilitation and young patients. And Ung Kraft is, of course, also part of that network. So I hope you can hear that there's actually a lot of things going on about focusing on young patients in Denmark. And we do everything we can to be there and to make the young patients' voices heard, or to actually bring their voices where they can make a difference. Then I was also asked to talk about the cost of being a young cancer patient in Denmark. And this is not at all my area of expertise, but I hope that I can give you just a very good idea about some of the basic points, and then I think someone will talk more about it later today. There are not so many differences between your rights as a patient in terms of age, so I will just talk about the general patient rights when it comes to cancer in Denmark. Since 2007, we have had something called Kræftpakkeforløb, which is a systematization of diagnosis and treatment. And we call them Kræftpakkeforløb, and I think it translates to something like fast-track cancer referral programs. And we have, since 2017, follow-up and rehabilitation has been part of these cancer referral programs. We have 30 different kinds of programs for different types of cancers and symptoms. And all programs include diagnosis, treatment, follow-up, and patient involvement.
So whenever you have a suspicion of cancer based on a specific set of criteria, then you will be put into one of these cancer programs, which means that you will get quickly and efficient through the system without any unnecessary waiting time. And if cancer is found, then you continue through the program with treatment and follow-up. And we know that it can be difficult for patients to actually be involved and be included in decision-making about their treatment because it goes so fast. We made a survey back in 2015 where we asked young patients between 15 and 29 how it is to be a young cancer patient in Denmark. And 70% of them said that they had a wish to be included in decisions about treatment, and 50% felt that they were not. But we also know that these cancer referral programs have actually contributed to big improvement in terms of survival. So this is of course also something we're working on, but all in all I think that the referral programs are good for patients in Denmark. Even though all treatment and most rehabilitation is included in our social welfare, it can of course be expensive to be sick for a long time. Medicine and transportation, diets, loss of income in general all factor in. But in Denmark we also have a lot of possibilities to apply for grants and subsidies. Some of them you are automatically entitled to, and some of them you have to be approved for. You can get subsidy for dentists, psychologists, medicine, wigs and hats, rehabilitation, transport and fertility treatment. And I don't think I have time to get into all of these, so I will just dig into rehabilitation and fertility treatment because I think that those are some of the most important for young patients in Denmark at least. As I said, follow-up is a part of the cancer referral programs, and this also includes rehabilitation. It's part of the programs to make a plan with the patient for follow-up, and this must include how to cope with side effects, possible further treatment, discovering relapse, rehabilitation and palliation, and to address late complications. And this follow-up plan needs to be made between the doctor and the patient before the initial treatment ends. And if that's the case, then you will be referred to the municipality, and they will make sure that you get the rehabilitation that you need, which then will be free. And then, as I said before, we also have a national center for rehabilitation who has special rehabilitation offers for young people. And if you get a referral from your general practitioner, then they are also free. But one of the problems is we know that the municipality has a difficulty getting hold of young patients, and the young patients do not always know about these rights in terms of rehabilitation. And we think that it's because it's not always talked about when they talk to the doctor about follow-up. In the survey I talked about, it showed that 57% were not evaluated in terms of their physical needs, and 64% were not evaluated in terms of their psychosocial needs. So this is of course also a problem in terms of if you don't know your rights, then no one will come and help you get them. Yes, in terms of fertility treatment, it's also free in Denmark and part of your treatment, you can say. If treatment creates a risk of infertility, then it's possible to deposit sperm or eggs or ovary before your treatment. And afterwards you can get help with fertility treatment and assistance to get pregnant. If you don't have any children already, then this is free. The only expense you can have is that you have to pay yourself for medication to mature eggs before deposit. And if you want to choose the clinic yourself, you can also risk that you have to pay it yourself if you don't use the public clinics or the ones that your doctor can refer you to. But as with the rehabilitation, one of the biggest problems in this is also that youth do not know about the risks and the possibilities. So in the survey, it also showed that 23% of the young patients did not talk to a doctor about the possibility of having children in future.
and 26% were not given the possibility to deposit sperm, eggs, or ovary before their treatment. So it's also a job of ours, we think, to ensure that the young people know about their rights, and we of course do that we have put it in our book. And then we have in our bag full of hugs, we have also included a checklist with a list of questions that can be good to ask your doctor. And with that, we hope, of course, that young people will get the knowledge and the courage to take it into their own hands and make sure that they get the information they need when they speak to their doctor. And then I don't think I have anything more to say right now, but my contact details and Ung Kraft's contact details is on the slide, so if you have any further questions, you're always welcome to contact us. Thank you. Thank you, Sine. Nú ætlum við að fara að gera smá tónlistarhlé. Hann Sigvaldi Helgi ætlar að koma og spila eins fyrir okkur. Ég mæli með að kíkja hann líka fram, ekki meðan hann að spila þetta, en það eru vörur og allskins varningur bæði til sölu og síðan auðvitað bókin Fokkið með krabbaminn gefins. Þannig að endilega takk ykkur eintak ef þið bara viljið, það bara gefins, okkur ekki bara hafa þetta heima á sér. Það bara mjög flott stofustás og bara meðvitað og allt það. Og þau nenni ekki að bera þetta heim, það aðalmálið. Þetta mjög þungt og mikið af þeim. En Sigvaldi Helgi ætlar að koma. Eftir það ætlum við að heyra inn í Huldu Hjálmtýsdóttur, framkvæmdastjóra Krafts, og síðan ætlum við að heyra líka frá félagsmönnum og meðlimum sem ætla að segja okkur smá reynslusögur frá sínu lífi. En ef við ekki að bjóða bara Sigvalda Helga velkomin á svið. Jí! Heyrið í mér? Já, gott. Heyrið hérna, ég heiti Sigvaldi Helgi og er nemandi hérna í Háskóla Íslands. Þá þarf ég ekkert að segja meira það held ég. En ég hérna, ég held ég geti sagt að eitt svona skemmtilegasta skipti sem ég fengi að spila fyrir fólk var á þessu festivali sem hann Kraftur hélt hérna núna daginn. Og það hérna ekki síður skemmtilegt bara hvað fólkið var, en þau voru líka svo öll svo, það var einhver svona myndað svona einhvern moment, og það var einhver svona gleði sem að hérna ekki alltaf hægt að skapa. Þar fékk ég að spila lög, eigin lög, frumsamin lög, og þess vegna er ég hugsa að bara, þannig að þeir sem voru þar daginn, þeir kannski bara fara að fá sér kaffi eða hlusta bara aftur, það má líka. Og hérna, en ég ætla að spila lög sem ég spilaði þar, og fyrsta lagið, pínu downer, sorry, en hérna, það heitir sem sagt, það er í lagi að vera hræddur, og fjallar held ég bara það, það er í lagi að vera hræddur. Stundum gerist eitthvað í lífinu og þá hérna, alltaf lega að lifa sér það. Gamli góði vinur, þraut þín er á enda.
Þessa loka kveðju vil ég því senda. Vertu sæll, góða ferð. Þín bíður betra líf hinum megin, þó smeykur sért við allt sem að koma mun. Það í lagi að verða hræddur, það í lagi að verða sár. Tíminn þeim kosti gæddur að geta þeirra tár. Það í lagi að verða hræddur, það í lagi að verða sár. Tíminn þeim kosti gæddur að geta grætt hjartasár. Svo þegar ég verð gamall og hrjúfur maður, dreg ég síðasta andan hálfruglaður. Komdu sæll, góðan dag, svo svona lífið hérna megin, og hér þú ert til að taka á móti mér. Og þú segir, það í lagi að verða hræddur, það í lagi að verða sár. Tíminn þeim kosti gæddur að geta þeirra tár. Það í lagi að verða hræddur, það í lagi að verða sár. Tíminn þeim kosti gæddur að geta grætt hjartasár. Takk fyrir kjærlega. Maður alltaf pínu stressaður ef maður að syngja eigin lög, en eins og ég sagði, fyrsta lagið var svona pínu downer og ég sorry með það, en næsta lagið er svona aðeins meira upplífgandi. Lag sem að ég samdi og pabbi gerir textan góðan vin okkar sem að einmitt lést úr krabbameini eftir erfiða baráttu. En þetta lag heitir nú samt Lífið núna og já, ég held að ég bara ekki geti aldrei átt betur við heldur en nú. Ég verið að fyrirgefa textavandræðin. Sumir hafa sagt þessi verri en Raggi Bjarna, þannig að það ekkert heita á Ragga Bjarna samt, sko. Þegar skuggar liggja í leyni, vilja loka á sólskini, getur æðruleysi okkar verið ofur handreipið. Þetta vita þeir sem þekkja, hafa marga hildi háð. Hlustum öll á þeirra góðu ráð. Geymdu auðinn sem að endist, finndu ylinn hlýja þér. Það gull sem ekki glatast, þegar gengið síga fer. Þetta vita þeir sem þekkja, hafa marga hildi háð. Hlustum öll á þeirra góðu ráð. Lífið núna, ekki láta þennan dag
liggja á fúna, heldur snúast þér í hag, mist ekki trúna. Þannig magnast krafturinn, þetta mögulega besti dagurinn. Þar sem framtíðin falin, ber að fagna því sem allan vínin vefja örmum, kveikja vonar neistan hér. Þetta vita þeir sem þekkja, hafa marga hildi háð. Hlustum öll á þeirra góðu ráð. Lífið núna, ekki láta þennan dag liggja á fúna, heldur snúast þér í hag, mist ekki trúna. Þannig magnast krafturinn, þetta mögulega besti dagurinn. Lífið núna, ekki láta þennan dag liggja á fúna, heldur snúast þér í hag, mist ekki trúna. Þannig magnast krafturinn, þetta mögulega besti, þetta mögulega besti, þetta mögulega besti dagurinn. Takk fyrir, Kjella. Núna senasta lagið sem ég langar til að spila, það heitir Gleym mér ei, og ég samdi það svo sem fyrir kannski annað tilefni, en það getur alveg átt við hér. Þetta fjallar kveðjur vina og einhvern veginn hvernig ég lofa því að hittast aftur. Það getur að vera vinkonur eða vinir eða par eða eitthvað, það er þetta. Ákveða það bara sjálfur. En það heitir Gleym mér ei, og þetta er kannski líka svona merkingin bara, þið megi ekki gleyma mér heldur, þó svo ég sé búinn að spila. Og bara til hamingju með þessa ráðstefnu, æðislega flott erindi og takk fyrir að leyfa mér að vera hérna með. Nú komið að kveðjustund, við höldum okkar lokafund. Við hittumst vonandi aftur. Blendnar minningar og hlátrasköll, því bráðum dreifumst við víðan öll. En samt komum við aftur. Gleym mér ei, seinna meir ég vil þig finna á öðrum stað. Annan dag, gleym mér ei, seinna meir ég lít tilbaka og hugsa hlýlegum tímana þá sem í minningum á. Hversdagslegir hlutir minna mig á þig, þeir gera sífellt vart við sig. Og ég fer þín þá að sakna, get samt huggað mig við sáttmálan
sem við samþyktum við hvort annað að hittast hér aftur. Gleym mér ei, seinna meir ég vil þig finna á öðrum stað annan dag. Gleym mér ei, seinna meir ég lít tilbaka og hugsa hlýlegum tímana þá sem í minningum á. Því eftir fjölda mörg ár og fölgránað hár þá lofa ég því að sjá þig á ný. Og nú komum við að Eurovision upphækkuninni. Sjá þig á ný. Og núna með endilega syngja með því ég segi gleym mér ei. Gleym mér ei, seinna meir ég vil þig finna á öðrum stað annan dag. Gleym mér ei, seinna meir ég lít tilbaka og hugsa hlýlegum tímana þá sem í minningum á. Takk fyrir kærlega. Gefum Sigvalda gott klapp, þetta var frábært. Þetta var alveg frábært. Góð Eurovision-hækkun sem að Svavar Knútur hérna myndi vera stoltur af. Yes sir. Nei, Svavar Knútur. Hvað er ég fucking segja? Prins Pólo. Þetta var eina klúrið mitt í kvöld. Við ræðum þetta seinna. Næsta svið Hulda Hjálmsísdóttir, framkvæmdastjóri Krafts, en áður en hún kemur á svið þá ætla ég aðeins að tala hvað það svona í stuttu máli sem að Kraftur að bjóða upp á. Það ókeypis sjálfsagt þjónusta fyrir félagsmenn, markþjálfun, jóga, endurhæfing með fítónskrafti og fjarkrafti. Kraftur heldur út stuðningshópum og jafningjastuðningi hér í Reykjavík og Akureyri. Kraftur með reglulega fræðslufyrirlestrar krabbamein og afleiðinga þess og ýmis bjargar til að koma sér í gegnum erfiða tíma. Á 15 ára afmæli félagsins stofnaði félagið Neyðarsjóð til að styrkja félagsmenn sem hafa lent í fjárhagsörðugleikum vegna veikinda sinna. Síðan Neyðarsjóðurinn var stofnaður hefur Kraftur styrkt, til að mynda 55 síðastliðin 5 ár 17,5 milljón og í samstarfi við apótekarann hefur Kraftur styrkt félagsmenn sína styrk til lyfjakaupa og þetta líka hagsmunabarátta krabbameinsgreindra og þeir eru með puttan á púlsinu hvað var það. Þannig að þetta það sem þið eruð að styrkja ef þið farið hérna fram og skráið ykkur til að vera bara stuðningsaðili Krafts og þið gerir það náttúrulega auðvitað líka með að kaupa hérna ýmsu vörur sem eru hérna frammi, bóli og armbönd sem ég er með hérna. En hún Hulda Hjálmarsdóttir, hún ætlar eins og að segja okkur aðeins meira þetta allt saman, hvar við stöndum, hvert nágrannaþjóðum okkar, hvað við viljum vera og hvar við viljum vera og hvað við viljum gera. Ég segi bara við bjóðum hana Huldu velkomna á svið með góðu lóaklappi. Halla í hennum. Jæja, gott fólk. Gaman að sjá ykkur öll. Mikið af kunnulegum andlitum, líka ekki kunnulegum andlitum, en það er bara gaman að sjá ykkur öll. Þegar við fórum á stað að skipuleggja þetta afmælisár, þá voru ég bara, ættum við ekki að halda á svona ráðstefnu, málþing. Og okkur kom efst í huga bara að spanna þennan tíma sem félagið er búið að vera á lífi, 20 ár. Og fékk ég það verða verkefni að taka það saman, taka það fram að ég var 10 ára fyrir 20 árum síðan. Þannig að þetta er ekki bara komið frá mér, ég hef leitað til kollega, félagsmanna og annarra sem að hafa mikla reynslu og þekkingu á þessum málum. Þannig að ég vona að ég sé að tala fyrir hönd flestra,
en þetta ekki endanlegur sannleikur. Þetta svona work in progress. Þannig að þið megið alveg koma með ábendingar. En eins og Atli sagði, heiti ég Hulda og það lánsöm að fá að starfa fyrir þetta öfluga félag. Ég standi hérna upp í dag og ekki hérna að tala út frá, hvað ég segja, út frá mínum eigin hagsmunum, heldur hagsmunum okkar allra. Já, takk Atli, þetta mjög gott. Það var fyrir mér. Fyrir hönd þeirra, fyrir hönd ykkar, út af því að við náttúrulega viljum að við séum að bjóða upp á bestu mögulegu heilbrigðisþjónustuna. Og ég að tala fyrir þann hóp sem í rauninni krabbameinssjúklingar og allir Íslendingar held ég bara. Já. Leiðinlegar staðreyndir. Skulum aðeins fara á byrjunina. Sko fyrir ykkur til þess að fara inn í þetta þurfum við að vita hvað þetta stór hópur sem við erum að tala um. Hvað eru margir sem að greinast á ári? Hvað eru margir á lífi með krabbamein? Eða sem hafa lifað af krabbamein? Og það eru 1600 manns á ári sem að greinast með krabbamein. Og í árslok 2016, þetta eru tölur úr krabbameinsskráni, voru á lífi 15.000 einstaklingar með krabbamein, eða það að segja sem höfðu greinst með krabbamein. Það náttúrulega bara eins og heill grafur, þannig að það rosa mikið af fólki. Þannig að við fögnum því. 5 ára lífshorfur hafa meira en tvöfaldast á síðustu 60 árum, sem þýðir að fólk sem að greinist með krabbamein á lífi, eru með helmingslíkur að þau séu á lífi eftir 5 ár eftir að þau greinist með krabbamein. Og næstu 15 ári spá 30% aukningu nýgreininga sem felst fyrst og fremst í auknum lífaldri fólks. Það fjölgar þeim sem greinast, læknast og sem lifa lengur. Þá þurfum við að spyrja okkur, hvernig ætlum við að koma á móts við þennan hóp? Hvernig ætlum við sem samfélag, heilbrigðisyfirvöld, félög sem að styðja við þennan hóp, að koma á móts við þennan stækkandi hóp? Mér fannst líka skipta máli að koma að sinna þetta. Af hverju þarf rödd krafts að heyrast eða rödd sjúklinga að heyrast? Og við hjá Krafti höfum, get ég sagt, haft oft hátt þessa hluti og það skiptir máli. Það skiptir máli út af því að til þess að veita, byrjum byrjunni. Krabbamein kostar sitt. Það hafa orðið progress í því að það komið greiðsluþak á það sem sjúklinga borga, en kostnaðurinn ekki bara meðferð, lyf og tannlæknakostnaður og sálfræðikostnaður og tæknifrjóvgun, heldur náttúrulega líka ákveðin tekjumissir sem verður oft í kjölfar þess að viðkomandi greinist. Við berjumst í mátti fjöldans. Þegar þú ert einstaklingur sem ert að berjast við illvígan sjúkdóm, þá ert þú ekki endilega í stakk búin til þess að vera að rífa kjaft. En félag eins og Kraftur eða Krabbameinsfélagið, hagsmunafélög, standa vörð þennan hóp og tala fyrir hönd hans. Og veitir stjórnvöldum heilbrigðisþjónustunni aðhald og reynir að gefa þeim feedback á þá þjónustu sem verið að veita. Við hlustum og látum rödd félagsmann okkar heyrast. Til að veita hinni opinbera aðhald, til að upplýsa fólk rétt sinn. Sem skiptir náttúrulega gífurlega miklu máli að fólk viti hvert það getur leitað og hvar það getur fengið stuðning og hvar það getur fengið niðurgreiðslu og hinn og þessu hjá Sjúkratryggingum Íslands. Síðan kem ég að þessu verðuga málefni. Hvað hefur áunnist síðustu 20 árin? Stóra spurningin. Og eins og ég segi, ég að spanna langan tíma og ég mun fara yfir þetta, já, svona það sem mér fannst kannski standa upp úr og það sem ég heyrði á öðrum fannst standa upp úr á þessum tímabili. Ekki endanlegu listi.
Sko, síðustu 20 árin hefur orðin almenn viðhorfsbreyting til krabbameins sem felst í því að með aukinni fræðslu og vitundavakningu krabbamein og afleiðingar þess og hversu fjölbreytta þjónustu þessi hópur þarf krabbamein ekki lengur dauðadómur. Og viðhorf fólks hefur breyst. Það að segja að það fyrir 20 árum að greinast með krabbamein var í rauninni fylgdi því mikill ótti. Í dag auðvitað þetta lífsógnandi sjúkdómur og það náttúrulega auðvitað ótti falinn í því að greinast með krabbamein, en það eru miklu fleiri sem að lifa af og lifa með krabbameininu rauninni bara sem svona langvinnan sjúkdóm. Þannig að það hefur orðið svona bara viðhorfsbreyting almennt í þessum efnum. Já, síðan hefur margt áunnist í þjónustu á þessum tíma. Sko, það eru bara 30 ár síðan, jafn gömul og ég er í hold og blóði að fyrsta krabbameinsdeildin var stofnuð, svona sirka, svona. Það ekki, Sigrún. Svona sirka. Sama ár var heimahlýning, hún fór á stað, þar sem að vera að þjónusta fólk í heimahús. 95 byrjar krabbameinsfélagið með símaráðgjöf fyrir krabbameinsgreind og aðstandendur. 99 var Kraftur stofnaður. 99 var líknardeildin stofnuð í Kópavogi. 2005 var Ljósið endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda stofnuð. 2007, 2 árum síðast, var ráðgjafa þjónustan í krabbameinsfélaginu sett á laggirnar. Stofnuðum stuðningsnet sem svona faglegt stuðningsnet fyrir krabbameinsgreind og aðstandendur 2009. 2014-15 þá fóru að byrja svona sálfræði þjónusta hjá félagasamtökum. Veit ekki alveg kannski ekki aðeins og undan hjá Ljósinu. En þetta allavega hjá Krafti og ráðgjafaþjónustunni. Þannig að þið sjáu það að þetta ekki tæmandi listi sjáu til. Og þannig að ég langar líka að bara taka það fram að það hefur ótrúlega margt gott gerst á 30 árum. Það sem við vorum bara á þeim tímapunkti bara að stofna okkar bara fyrstu krabbameinsdeild. Að því sögðu langar mér að tala um það að það sem hefur áunnist aukin þjónusta við krabbameinsgreind og aðstandendur. Líknardeildin var stofnuð út frá heimahlýningu 1999 og staðsett í Kópavoginum þar sem rauninni verið að þjónusta fólk með ólæknandi krabbamein og fjölskyldur þeirra. Kraftur var stofnað þarna 99 sem að styðja þá sérstaklega við ungt fólk. Og áður en þetta voru náttúrulega önnur félög starfandi, sem að taka það fram. Krabbameinsfélag Höfuðborgarsvæðisins það elsta og var að fagna 70 ára afmæli sínu núna bara fyrir 2 vikum. Og Krabbameinsfélag Íslands var náttúrulega þegar stofnað þegar þetta var. Ljósið, endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreind og aðstandendur, var stofnað 2005, byrjaði í safnaðarheimilheld í Neskirkju áður en þau fluttu inn á Langholtsveg og þetta allt og ráðgjafaþjónusta krabbameinsfélagsins stofnuð 2007 og þetta allt bara svona hugsjóna fólk sem stendur að þessu að koma þessu á laggirnar, bara eitthvað fólk sem bara brennur fyrir því að bæta þjónustu og aðbúna krabbameinssjúklinga og aðstandenda þeirra og sem við svolítið svona við eigum mikinn part í því, við fólki sem stöndum í kringum heilbrigðisþjónustuna sem slíka. Bæði það hefur við erft og stutt eins og með líknardeildina. Hún kemur í rauninni út frá heimahlýningunni sem var lengi vel til húsa í krabbameinsfélaginu og rauninni verður svona drifkrafturinn í því að þessi deild sé sett á laggirnar og með styrk frá Oddfellow held ég að spítalinn hafi risið. Þannig að það sem hefur áunnist vill ég tala um líka sálfræðiþjónusta. Því miður ekki niðurgreidda hinu opinbera, það verður alveg frábært, en bæði hefur það hefur verið og sálfræðiþjónusta á Landspítalanum, skulum ekki taka það frá þeim, en í dag einungis einn
held ég 1 stöðugildi sálfræðing sem að sinna krabbameinsdeildunum, sem allt og lítið. Mér skildist að sálfræðiþjónusta hafi verið mun betri kringum aldamótin, svona 2000, en eftir hrunið að þá hafi dregist til í því. Og í dag því miður bara 1 sálfræðingur starfandi í 1 stöðugildi sem raunin að sinna þessum hópi. Vegna þessa hafa þessi félög, ráðgjafarþjónustan Ljósið og Kraftur, byrjað að veita endurgjaldslausa sálfræðiþjónustu. Hjá Krafti byrjaði þetta í 2014, 2015 hjá ráðgjafarþjónustunni og ég veit ekki hvenær Ljósið byrjaði, en það var svona svipum tíma, kannski aðeins á undan. Vert að nefna fjölskyldubrúna enga síður. Þetta mjög vert og þarft verkefni sem að Landspítalinn stendur fyrir og í rauninni verið að hjálpa fólki sem að krabbameinsgreind og fjölskyldum þeirra takast á við veikindin saman og þá eru börnin höfð með í rauninni, hvernig fjölskyldan tæklar veikindin. Þannig að það til dæmis þjónusta sem verið að veita upp á Landspítala. Jafningjastuðningur byrjaði svo sannarlega ekki með stuðningsneti Krafts, það miklu eldra og svona vísir af því var með Samhjálp kvenna sem var stofnað 1979 sem eru konur sem voru þá að greinast með brjóstakrabbamein og Samhjálp kvenna í rauninni byggðist svolítið á þessum jafningjastuðningi þar sem konur voru að styðja aðrar konur sem voru að greinast með brjóstakrabbamein. Stuðningsnet Krafts í rauninni félagi sem slíkt byggir rosalega mikið á jafningjastuðningi. Eins og Hildur og Danni komu fram á í sínum fyrirlestri voru þau bara með stuðningssíma Krafts 24/7 bara ef ykkur bara greinast þá var bara SOS og þannig að það voru bara þeir sem voru bara stjórnarmeðlimir Krafts og sem voru í Krafts sem voru með hennan síma sem voru þá annarkvort aðstandendur eða krabbameinsgreindir. Þannig að félagi byggir svo mikið á þessum jafningjastuðningi. Það var síðan ekki fyrir 2009 að við stofnuðum þetta formlega stuðningsnet þar sem að reynsluboltar, krabbameinsgreindir og aðstandendur sitja námskeið í því hvernig þeir geta veitt góðan jafningjastuðning og fá líka handleiðslu í því og sálfræðingurinn okkar heldur utan það. Já, eins og ég segi, þetta örugglega fyrsta stuðningsnet svona sjúklingahóps á Íslandi með þessum hætti, myndi ég segja. Ráðgjafarþjónustan kemur síðan inn í þetta 2017, þannig að stuðningsneti í dag fyrir allan aldur, það ekki endilega tengt ungu fólki sem slíku. Kostnaðarþátttaka sjúklinga, þetta að verða heavy maður. Þetta náttúrulega hefur verið mjög mikið í deglunni. Mikið tala þetta og ég mun núna aðeins fara ofan í þennan kostnað eins best verður á kosið. Þetta flókið en ég ætla að gera þetta ekki flókið, ekki eins mikið flókið allavega. Sko, fyrir þessa reglugerð 2017 var fólk bara að borga bara himinháar upphæðir fyrir bara læknis- og lyfjakostnað. Sem fólst í því að greiðsluþátttökukerfið okkar var þannig að það var afsláttarkerfi og það var ekkert hámark. Þannig þú varst alltaf að greiða einhvað. Þú varst að mæti blóðprufi hér og rannsókn hér og síðan varst að fara til læknis og ef þú ert í langtíma meðferð þá getur þetta verið margar heimsóknir á viku. Þannig þetta var bara mjög fljótt að telja. Og félagsmenn hjá Krafti eða fólk, ungt fólk, sérstaklega sem kannski stendur ekki eins vel þegar það greinist með krabbamein, var að leita til félagsins og bara spyrja, eru þið að styðja fjárhagslega við bakið á ungu fólki? Og ég bara, nei. Og þá í rauninni byrjuðum við að fá fullt af sögum inn á okkar borð, þar sem fólk var bara að greiða allt í upp í 1 til 2 milljónir á einu ári fyrir læknis og bara lyfjameðferð, bara að lifa af. Það að leiðandi, á 15 ára afmæli félagsins stofnuðum við Neyðarsjóð Krafts til þess að koma á móts við þessa neyð sem var þá og til að þrýsta á stjórnvöld að bregðast við, að gera eitthvað í þessum málum. Það væri náttúrulega ekki boðlegt. Og það sem hefur á henni, sem svo frábært, var ekkert bara Kraft að þakka, heldur bara öllum þeim hagsmunafélögum sem að koma að þessum málum, að ný reglugerð tók gildi árið 2017, þar sem komið þak
að einhverju leyti á þann kostnað sem krabbameinsveikir greiða, sem að er awesome. Við erum að gefa gott klapp fyrir því. En langar samt að taka fram, við eigum ennþá svolítið í land og ég mun fara aðeins inn á það eftir. Tæknifrjóvgunarmálin sem er náttúrulega rosalega ofarlega í huga hjá ungu fólki sem þegar maður greinist með krabbamein, annarkvort er það í barningarhugleiðingum eða vill eignast börn í framtíðinni og þá þarf að gera ákveðnar ráðstafanir. Að ný reglugerðinni felur í sér réttarbót fyrir okkar fólk sem kemur að svona þessi frjósemis verndandi úrræðum. Og það er að segja það sem er rauninni, það er 65% niðurgreiðsla af að taka sæði, að frysta egg og fóstuvísi, en ekki eins mikil niðurgreiðsla þegar þú ætlar síðan að verða óléttur. En enga síður minni kostnaður til að byrja með, sem er gott fyrir okkar fólk sem að hefur nóg að huga akkurat á þeim tímapunkti. Sem spyrir maður sig, hvað þarf að borga þú greinist með krabbamein? Sko, greiðsluþátttakan, hún nær til læknisheimsókna, rannsókna og lyfja. Það er að segja að þú getur læknisheimsóknir, rannsóknir, endurhæfing og sjúkraþjálfun. Þú ferð aldrei fyrir ofan þetta. Þú ferð aldrei ofan fyrir 73.950 sem þú getur greitt á ári. 62.000 fyrir lyf. Það er ekki fyrir ofan það. En það eru sum lyf sem eru ekki inn í þessari já, flott. Ég hef 3 mínútur eftir. Ok, þannig að við erum að tala að þannig að það eru sum lyf sem tikka ekki inn í þetta. Verkjalyf, augndrópar og annað sem að fólk þarf sjálft að greiða, sem er svona aukalegur kostnaður. Þetta eru svona aðri liðir sem falla ekki undir þetta greiðsluþátttöku þak, þar sem það tikkar ekki upp í þakið. Og það er allir með stóðlið sem þú þarfst að greiða sjálfur. Það er sálfræðiþjónusta sem þú getur fengið endurgjaldslaust upp á spítala, þú þarf bara að bíða svolítið lengi og hjá Krafti og ráðgjafarþjónustunni og tannlæknakostnaður. Þetta er náttúrulega bara svona sirkatala, en eins og við vitum er tannlæknaþjónusta á Íslandi mjög dýr og hún hefur, sem sagt, krabbameinsmeðferð getur haft áhrif á tannheilsu fólks, en þetta getur verið mjög dýr kostnaður fyrir fólk sem fyrir krabbameinsmeðferð. Frjósemisverndandi úrræði eru fyrir utan þetta. Hérna erum við að tala um tölur þegar þá erum við búin að taka kostnað SI. Þetta er eina sem fellur á viðkomandi. Og síðan er ferðakostnaður sem getur verið þegar fólk á heima út á landsbyggðinni. Bara svona til þess að gefa ykkur svona eitthvað dæmi að þá gæti þetta litið svona út hjá konu, 30, býr á landsbyggðinni á einu ári. Og eins og ég segi, þetta er svona, myndi ég segja, hann að lyf- og lækniskostnaður er 135.900, stóðlyf, þetta er svona meðaltalstala, 45.000 á ári, gæti verið meira, sálfræðiþjónusta ef hún er ekki að þiggja hana þiggja hana endurgjaldslaust, tannlæknakostnaður, frjósemisverndandi meðferð, ferðakostnaður og sem að þá erum við miðum við að viðkomandi var að dvelja í Reykjavík í 4 vikur svona meðaltali sem að er ekki raunhæft, þú væri að dvelja miklu lengur í Reykjavík. En þá er þetta 988.250 krónur sem viðkomandi væri að greiða í dag. Sko, síðan spyrjum við okkur, hvað myndi þetta að kosta? Það sem fólk var að borga hér 2011 til að mynda var ekki 135.900 krónur, heldur 375.000. Þannig að þetta hefur lækkað alveg töluvert. Síðan spyrjum við okkur, hvað stöndum við samanborið við Norðurlöndin? Og Danmörku.
Mér varst það sérstaklega áhugavert út þegar alltaf Sýni var að tala áðan hvernig aðbúnaður væri í Danmörku. Er betra að greinast með krabbamein í Danmörku? Sko, já, það er ódýrara, kannski ekki endilega betra, þannig að þjónustan heima er mjög góð, en það er ódýrara að greinast í Danmörku. Lækniskostnaður og rannsóknarkostnaður eru engin þar. Lyfjakaup, þú greiðir ekki meira heldur en 75. Á Íslandi er það 62, en inn í þessari tölu eru svona stóðlyf og annað sem er ekki inn í þessari tölu hjá okkur. Kerfinu er svolítið ólík, þannig að það getur svolítið verið erfitt að bera þetta saman. Tannlæknakostnaður, ef þú færð þetta subsidy sem hún var að tala hún Sýni, þú færð niðurgreitt af hinnu opinbera eða frá sjúkratryggingum, þá ert aldrei að greiða meira heldur en 33.000 á ári fyrir tannlæknakostnað, saman hvað þú ert að gera. Á Íslandi er þetta náttúrulega bara ekki niðurgreitt, þannig að þetta getur verið rosalega mikill kostnaður. Frjósemisverndandi meðferð í Danmörku, það sem þú þarft að gera fyrir, er algjörlega á 0 krónum, meðan það kostar konu 260.000 þessi frjósemisverndandi meðferð. Þannig að við erum að nálgast þetta, þú veist, að vera á pari við nágrannaþjóðir okkar, en ekki alveg komin þangað. Og það er náttúrulega fyrst og fremst felst í því að sálfræðiþjónusta er ekki niðurgreidd, tannlæknakostnaður og tæknifrjóvgun að mjög takmörkuðu leyti. Þessu ber að fagna. Já-endaskanni til Íslands. Kári Stefánsson, hetjan, reis upp og gaf Íslendingum já-endaskanna. Þeir sem kannski þekki ekki til þess að tækis, að þá er þetta mjög mikilvægt greiningatæki fyrir krabbameinsveika og hefur okkar fólk og krabbameinsveiki verið að fara í margar ferðir til Danmörkur í þennan skanna, þannig að þetta hann var tekinn núna bara í notkun held í desember og er bara rosa mikil framför. Nýtt sjúkrahótel LSH var opnað núna bara formulega afhent, en á að vera tekið í notkun 1. apríl. Af hverju þá vorum að skrifa þetta bara, var ástæði fyrir þau að veldu 1. apríl? Nei, þetta er bara djók. En nýtt sjúkrahótel sem náttúrulega skiptir gífurlega miklu máli fyrir fólk sem er að koma utan á landi í geislameðferðir og aðra læknismeðferðir, að geta dvalið bara á á spítalanum. Og mér fannst ég þurfa að nefna þetta. Miðstöð síðbúinnar afleiðinga er fyrir einstaklingar sem fengu krabbamein sem börn eða unglingar og eru lausir við sjúkdóminn, en þetta er svona rauninni verið að fylgja þeim eftir til 25 ára aldurs. SKB er að styrkja þetta verkefni í samstarfi við Barnaspítalann. Krabbameinsáætlunin, þetta er annað sem verður að klappa fyrir. Hún var samþykkt í síðasta mánuði. En árið 2011 tilkynnti þáverandi heilbrigðisráðherra Guðbjartur Hannesson að stefnt að gera krabbameinsáætlunar. Árið 2013 var svona hópur settur saman sem vann þessari áætlun og skilaði henni af sér til ráðuneytisins 2015. Fyrir 3 árum síðan var þessi áætlun samþykkt, og fyrir ykkur sem kannski ekki viti hvað krabbameinsáætlun er, að þá er þetta svona heildræn yfirsýn stjórnvalda og bara til þess að takast á við þennan málaflokk. Danir á sinni 5. sinni 3. krabbameinsáætlun. Við erum eins og ekki búin að innleiða okkar. Þannig að þetta er mikið framfara skref. Og hún var samþykkt núna í febrúar og er búið að segja að það er sérst hópur sem er að vinna upp úr þessari skýrslu sem kemur á svo ótrúlega mörgum hlutum er varða þjónustu og krabbameinsgreinda. Hvað má betur fara og hvert viljum við stefna? Mér fannst ég þurfa kannski að segja eins frá því bara hvar við stöndum í dag, því að við stöndum á svolítið tímamótum, því að margt hefur áunnist á þessum síðustu 20 árum. Við stöndum vel varðandi þjónustu við krabbameinsgreinda og aðstandendur. Það er fullt af úrræðum í boði. Það er,
ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins sem býður upp á ráðgjöf og stuðning. Það er Ljósið sem býður upp á endurhæfingu fyrir krabbameinsgreind og aðstandendur sem starfa sálfræðingar, iðjuþjálfar, markþjálfar, íþróttafræðingar, einhvað sem nefnt. Þannig að úrræðin eru svo sannarlega í boði. Það vantar samt svona samhæfða stefnu í málaflokknum frá heilbrigðisyfirvöldum sem samanber þessa krabbameinsáætlun að við séum alltaf sama bátnum að stefna í sömu áttina. Og það vantar náttúrulega fleiri sérfræðinga hingað til lands. Fyrir hrun voru helmingi fleiri brjóstakrabbameinslæknar að sinna þeim hóp sem er alltaf mjög stór hópur heldur en í dag. Þannig að við þurfum að finna leiðir til þess að fá þessa sérfræðinga heim og búa til þannig umhverfi að læknarnir, íslenskir læknar vilji starfi hér á landi. Okkur vantar góðan spítala og það er náttúrulega work in progress. Það er búið að vera að sprengja, við erum í skógarhliðinni og við heyrum í álfurni þegar það er verið að sprengja. Það er bara eins og það sé jarðskjálfti yfirvofandi, sko. Það er svakalegt. Þannig að það fer ekki fram hjá okkur. En við tökum því fagnandi. Og síðan er náttúrulega því ég segja að endurhæfingu sé ábóndavant að þá er það í rauninni ekki að úrræðin sé ekki til boði, heldur að endurhæfing er ekki skilgreind sem partur af meðferð viðkomandi. Þannig að þú færið hérna meðferðarplan og geislameðferðarplan og hvernig það allt lítur út. En það er ekkert inn í prógraminu hvað með endurhæfingu. Og það er svo ótrúlega stór partur af því að þú bara komist aftur sem heilsteyptur einstaklingur út í lífið. Og það er það sem við höfum verið að berjast fyrir. Ekki kraftur, heldur samhæfður hópur sem er samanstendur af öllum þessum félögum sem koma að krabbameinsgreindum, Landspítalanum, Reykjalundi og Heilsuhælinu og sem er hópur sem heitir endurhæfing alla leið. Það sem við höfum verið að ýta á að endurhæfing bara kom slútt núna bara að endurhæfing verði partur af meðferð. Síðan er þetta óskalistin, það sem við viljum og það sem við ætlum að gera. Bara að krabbameinsáætlunin komist í framkvæmd, að við höfum einhver svona viðminn, straumlínulaga ferli, er þetta ekki flott orð? Svona kraftpakki for löp að hætti dana eins og Sína var að tala um. Það sem er svona ákveðið ferli sem fyrir í gang þegar þú greinist. Við erum ekki með neitt svona, svona ákveðin fyrirfram svona ferli sem fara af stað. Allavega ekki eins og þau gerir þetta. Þannig að það er það sem við viljum. Greiðsluþátttaka sjúklinga verða pari við Norðurlöndin, að sálfræðiþjónusta og tannlækningar og tæknifrjóvgun verði niðurgreidd að sjúkratryggingum eins og önnur heilbrigðisþjónusta. Við viljum náttúrulega fá bráðamóttöku fyrir krabbameinssjúklinga sem er ekki í dag. Það sé einhver móttaka fyrir fólk eftir að dagdeildin lokar. Í dag þarf fólk bara að fara niður á Fossvog sem er ekkert mjög gott þegar fólk er ónæmisbælt. Endurhæfing sé hlutameðferð og síðan finnst okkur algjör snilld að fá leiðsögumann sjúklinga sem þegar getur við náttúrulega algjör frumskóður að lenda í þessum aðstæðum og þetta er allt nýtt fyrir manni að það sé eitthvað sem er þinn tengilegur sem hjálpar í gegnum þetta ferli sem er þá inn á spítalanum. Saman getum við boðið upp á framúrskarandi heilbrigðisþjónustu fyrir krabbameinsgreinda. En það krefst samvinnu Landspítala, félagasamtaka, hins opinbera og almennings. Og ég stend hér alveg keik með það að Ísland getur verið að veita bestu þjónustu sem völur á. Við erum ekki það mörg og ég er alveg viss um það að við öll leggjumst á eitt að þá er það algjörlega að fara að verða að veruleika. Síðan langar við bara að minna okkur á í lokin að þessar góðir slagur sem að kraftur segir svo oft. Njóta líðandi stundar. Lífið er núna. Takk fyrir mig. Þakkum Huldu fyrir. Kraftur leggur mikið upp úr því að segja frá félagsmönnum og reynsluheimi þeirra og við ætlum að gera aðeins að því núna. Við
ætlum að gera smá eins og Kraftur er búið að vera að gera á Instagram. Þið getið fylgt Krafti á Instagram undir Kraftur Cancer. En við ætlum að hafa smá takeover hérna. Það ætla 5 félagsmenn að koma hingað upp og taka svona 3 mínútur cirka og segja frá sinni reynslu. Það eru þau Edda, Ingi, Súsanna, Guðný og Gísli og þau koma bara hérna upp í röð. Við kannski fáum Eddu fyrsta upp. Hún er hér, já. Hæ, Edda heiti ég og er krabbameinssjúklingur. Ég greindist þess að í október 2015 og það gerði svolítið óvænt, bara eins og hjá vel flestum. Að ég fer í aðgerð og þegar ég er í miðju aðgerð þá kemur í ljós bara ég er með æxli út allt kviðarhol og ég bý í rauninni upp á Landspítala í mánuð og er bara pínu týnd og finnst ég vera rosalega einmana og þú veist, bara fannst ég vera eina manneskjan bara sem var að gangi í gegnum þetta og einn daginn þá kemur sjúkrahúspresturinn, hún kom svolítið oft í heimsókn til mín spjalla við mig og hún kom til mín og lætur mig fá bæklinga frá Krafti og ég sé þennan kraftbækling frá Fítónskrafti og ég sé bara þetta er eitthvað fyrir mig. Nú ætla ég bara að fara að mæta með fullt af fólki sem er bara á svipuðu róli ég og kom mér aftur í gang og þurfti náttúrulega að bíða í 2 mánuði áður en ég mátti náttúrulega fara að gera 1 en ég mæti í Fítónskraft byrja reyndar á því að hitta sálfræðing hjá Krafti og sonur minn, ég er einstæð móðir, sonur minn sem var þá 10 ára, hann hitti líka sálfræðinginn og fer náttúrulega fær áframhaldandi meðferð í honum í dálítinn tíma og hún veitir okkur svolítið gott aðhald og ég fer í Fítónskraft og byrja að æfa með fullt af öðrum krökkum og kynnist þarna fullt af fólki og bara, já, er þar og búin að kynnast fullt af fólki. Og það sem kemur í rauninni út úr þessu er bara að ég næ þokkalegum krafti og kynnist þessum krökkum og við förum í Hvíldarönnug líka og Sólheimum og þar eru fleira fólk sem ég kynnist en það sem ég er að segja er að Kraftur gaf mér pínu félagsskap í sjúkdómnum og já, það er í rauninni bara það. Takk fyrir. Og nú ætlum við að fá Inga næstan á svið. Gjörðu svo vel, Ingi. Hæ öll. Þetta er svolítið djúpa lögin fyrir mig núna. Það er Ingi Magnús heiti ég og ég greindist með eyrnakrabbamein 2015 og í kjölfar af því fékk ég það fregnir að það væri komið í lungun og innkirtla og tók það við mjög ströng lyfjameðferð sem tók svolítið vel að manni og því við erum á miður þá var hún til einskis þegar hann gerði ekki neitt og en góður læknir sagði að væri hægt að skera þetta í burtu þannig að það var skorið úr mér tæplega hálf lungun og fullt af kirtlum og alls konar dóti og lendi svo í bílslysi strax eftir þetta. Þá fór líkaminn alveg niður í 0 og hef verið að glíma við minnisleysi þess vegna er ég með þetta eftir þetta og kvíða, þunglyndi, depurð. Það er að standa hérna í dag er svolítið
mjög stórt stökkur í mig. Takk. Hún kom inn á líka hérna, eins og ég man ekki hvað hann heitir, sem frá Danmörku. Syng á að mér fannst ég hvergi passinn. Ég var ekki nógu ungur inn í kerfið og ekki nógu gamall inn í kerfið. Þannig að ég var svona allstaðar hlaupandi á veggi og alltaf sagt mér svona, þú lítur svo vel út maður. Þú ert svo ungur og hraustlegur að þú bara rýkur í gegnum þetta og verður fann að vinna strax og komar á stað. Hér stend ég í dag og ekki ennþá fann að vinna en svona að huga að því. Og hérna, þangað til ég sat í sófanum heima með yngsta stráknum mínum, frekar langt niðri og hugsaði svona með mér að þetta gengi ekki lengur að vera fastur inn í hausnum og sjálfur sér og væla bara yfir því að sé engin hjálp einhvers staðar og eitthvað. Þannig að ég googlaði bara ungt fólk með krabbamein og þá kom kraftur upp. Og við ákveðum í sameiningu, ég og yngsti guttinn, að fara bara saman þangað. Og ég sé ekki eftir því í dag. Ég stæði ekki hérna í dag eða ekki fengið þau. Þannig að, já, takk fyrir mig og lífið er núna. Þá var það Súsanna. Gjörðu svo vel. Vá, þetta er aðeins óþægilega heldur en ég held. Ég kom með aðeins meira hár. Ég er rosa ánægð að sjá þessa mynd núna. Mér finnst það voru svo ógeðslega lengi að vaxa, þannig að ég er alveg gaman að muna hvaða stutt síðan ég var með ekkert hár. En hérna, já, ég er Súsanna og ég er 27 ára og fæ að vera það í nokkra mánuði viðbót. Og hérna, ég greindist árið 2017. Ég greindist fyrst í maí með lymfóma, eða sem sagt eitilfrumukrabbamein, blóðkrabbamein, whatever. Og hérna, mér var sagt að vera hægvaxandi og að ég þyrfti sennilega bara að læra að lifa með því, það væri ekki hægt að lækna, bara að halda því niðri. En að ég þyrfti ekki að hafa miklar áhyggjur af því, af því að 90%, þið veitir, þessi prósent sko, 90% fara aldrei af fyrsta stigi, bla bla bla. Og ég er náttúrulega bara, ok, cool, þetta er bara ekkert mál, ég er bara með, þú veist, og þetta birtist þannig að hérna, ég var með, ég raunir krabbamein í hvítu blóðkornunum, en það kemur sérst fram sem svona útbrotinn á húðinni og þetta er mjög sjaldgæft og þetta er sko algengast hjá dökku fólki, að fólk með dökka húð, kallmönnum yfir 60. Og ég á bara hérna 27 ára lítið ljósar og eins og albinói, bara, hæ? Og svo er fólk að ræða ykkur líkur við mig, 90% líkur og þetta verður bara allt í lagi. Já, ok. En hérna, ég fann stelpu sem er greind með það sama og ég og ég fann hann einmitt í gegnum kraft og það er búið að vera ótrúlegt að hafa kraft af því að sko ég greindist þarna í maí, yfir sumarið að þá, ég er ekki mikið svona, ég vil fara hlutina á hörkunni, ég vil bara gera það sjálf, ég þarf enga hjálp, ég þarf engan stuðning og ég er ekki að fara í eitthvað svona vælugrúpu. Og hérna, en ég hringdi í kraft af því að ég var sérst í vinnu á þessu tíma og það var að líða yfir mig í vinnunni og ég sá einhvern veginn ekki fram á það að ég gæti hætt í vinnunni af því að ef ég hætti í vinnunni þá er ég ekki fyrir leigunum minni. Þannig að ég var svona svolítið föst sko, ég gat ekki verið að vinna en vissi ekki hvernig þetta hætta. Þannig að ég fór og hringdi í kraft og Hulda svaraði í símann og bauð mér á svona kaffihúsakvöld og ég var ekki hrifin af því af því að hún sagði, viltu ekki koma inn og hitta fólk og kynnast okkur og svona og ég var bara, er þið ekki öll með krabbamein? Ég vil ekki kynnast fólki sem er kannski bara, já, ég vil ekki kynnast fólki sem er bara svo kannski bara að deyja eitthvað, nei, ég er góð, ég þarf engan stuðning. En hérna, eftir smá tíma þá lét ég undan og mætti niður og það var alveg ótrúlegt, það var, sko, ég fatt ekki hversu mikið þurfti stuðning að halda fyrir en ég er komin þarna, skilji, og ég fer að segja svona frá, þú veist, og ég allt í einu bara byrja að tárast og fer að gráta og það var bara allt í lagi einhvern veginn. En hérna, ég hljóp í maraþoninu þetta árið, eða 2017, fyrir kraft. Og það var pínu svona stoltið myndi ég að ég var svona, þú veist, ég er ekki að fara að vera rúmlíkandi, sko, ég ætla bara að hlaupa þetta fjandars maraþon, ég ætla að fara þess 10 kilometra þó að taki mig 10 daga. Og ég fór og það var alveg æðislegt sko og kynntist hellinga fólk í leiðinni sem er gott vegna þess að 2017, seinna þetta ár, þegar ég var búin að fara í svona stutta, frekar auðvelda meðferð, þá greindist ég aftur með stökkbreytt lymfóma og var þá komið með æxli í handlegginn.
og ég bara búin að vera að berjast síðan. Ég fór í Lyf og geisla 2018 og þetta svona pínu baráttan endalausa því ég sé ekki alveg fyrir endan á þessu en máli ég er búin að þurfa að nýta mér eiginlega sko, allt sem í boði. Ég sótti í neyðarsjóðinn núna 2018 í apríl. Nei, 2019 í apríl. Nei, það er núna. 2018. Og þá var ég búin að eyða, borga sjálf á einu ári síðan ég greindist, þá var ég búin að borga sjálf 360.000 úr einu vasa og ég veit ekki hvar ég fékk það því ég var að vinna sem sjúkraliði og varð síðan öryrki. Þannig ég veit ekki alveg hvaðan þessar peningar koma en þetta einhvern veginn reddaðist og ég fékk að sækja í Neyðarsjóð Krafts og fékk styrk frá þeim sem að gerði mig kleift að byrja ferli sem að ég og unnustu minn erum í núna og það er tæknifrjóvgunarferlið. Og það er engin 230.000 kall eins og lítur út á pappír. Það er bara ekki raunveruleikinn. Þetta er alltaf að fara að vera örugglega að minnsta kosti 1 milljón. Og ég veit ekki heldur hvaðan hún kemur, en það kemur allt í ljós. Þetta reddast. Þú veist, það er búið að vera svolítið bara viðhorfið mitt núna. Það er bara, ég þarf ekki að borga fyrir alla þessa tæknifrjóvgun í dag. Ég þarf ekki að lækna þennan sjúkdóm í dag. Þú veist, ég þarf bara að mæta á örráðstefnu Krafts í dag og heilsa upp á fólki, skilji. Og þetta ferðarlega er búið að kenna mér bara ýmislegt. Ég veit ekki hvar ég væri, af því að einmitt það sem Hulda var að segja áðan, það er alveg kjaftur á mér, sko. Og þú veist, og ég er algjörlega tilbúin til að fara niður í ráðuneyti og sitja bara ráðherrann ef ég þarf þess, þú veist, en ég er nú ekki að fara að gera það samt. En síðan ég greindist þá er ég búin að vera svolítið svona andlaus. Þannig að þegar ég er með einhverja hagsmuni í hættu, þá er rosa gott að hafa þetta fólk til þess að berjast fyrir mig. Af því að ég get það ekki alltaf sjálf. Og það er ömurlegt að segja það, en það er samt þannig og maður getur ekkert gert þetta. Alveg sama þó að maður sé þrjóskur og sterkur og allt þetta. En það er bara búið að vera frábært að vera með ykkur og æðislegt að kynnast nýju fólki líka. Og geðveikt að sjá stofnandi Krafts. Bara geðveikt hvað þetta er bara orðið stórt og mikið og hvað er búið að koma miklu í framkvæmd. Þannig að bara takk hérlega fyrir mig. Takk Súsunu fyrir. Næst er það svo Guðný sem ætlar að kíkja á okkur. Gef mér gott klapp. Hæ, ég heiti Guðný og ég greinist 2016 með eitlakkrabbamein og býð þá á Blönduósi ásamt 2 sonum og eiginmanni. Þeir eru nú í salnum með mér, mamma og pabbi líka. En þetta var cirka svona stórt, æxli sem ég hafði í miðmæti. Bjóð til svona leirskúltúr til þess að sýna stærðina á þessu því að þetta var eiginlega bara, ég var alveg skelfilega lasin. Og og í rauninni er þetta náttúrulega bara áfall sem mamma verður fyrir og ég hefði gjarnan viljað sleppa þessu en það var bara ekkert í boði. Og þannig að pínu stress, sko. En ég ákvað semst að upplifa þessa reynslu meðvitað til þess að taka ekki baggann með mér inn í framtíðina. Mér langaði sko í upphafi til þess að þetta ferli myndi gera mig sterkari. Og sem var alveg ótrúlega skýrt svona í upphafi því ég vissi bara ekki hvernig leiðin myndi verða. Og það eru 3 ár síðan og ég er bara búin að vinna alveg hörðum höndum að því að ná bata og úr varð í rauninni 1,5 ár í lyfjameðferð og ég eins og segi bjóð þá á Blönduósi og Hulda var að tala um kostnaðinn sko að þetta voru cirka 50 ferðir fram og tilbaka á einu ári frá Blönduósi til Reykjavíkur og þetta voru 9 ferðir á einu ári í Skannan til Danmerkur og já, það var bara hreinlega að safna fyrir okkur að Blönduósi og ég hef alltaf fundið fyrir alveg svakalega miklum stuðningi frá fjölskyldu og vinum og samfélaginu. Þannig að það vantaði ekki þar. En já, það var líka það sem ég einsetti mér alveg í byrjun. Ég ætlaði semst ekki að gera þetta ein. Og eitt af því sem ég gerði í byrjun það var að hringja náttúrulega í vini og fjölskyldur og svona og það var, ég vissi að fólk var feimið við að vildi hjálpa til og svoleiðis þannig að ég útvegaði til dæmis vinum mínum eða vinkonum smá hlutverk og þarna er hún Lára vinkona og hún fékk það hlutverk að láta mig hlæja þegar að þú veist
mér datt ekki hlátur í hug og það var algjör snilld sko. Hún bjargaði mér oft þar og pabbi minn líka alveg var algjör klettur og mamma og pabbi náttúrulega opnuðu húsið sitt í Reykjavík fyrir mig og fjölskyldu mína og sem var bara alveg ómetanlegt. Þannig í rauninni hafði ég mjög góðan stuðning í Reykjavík líka. En eftir þarna allar þessar ferðir og lyfjagjafir og ég endaði semst í háskammtameðferð þar sem að í rauninni var skipt út bara stofnfrumunum hjá mér. Beinmergurinn var bara drepinn niður og ég lá inn á einangrun á sjúkrahúsi í 2 vikur og já, það var mjög sérstök lífsreynsla í rauninni að upplifa líkamann sinn deyja þó sálin væri bara alltaf til staðar. En ég einhvern veginn upplifði mig bara í öruggum höndum fagaðila og upplifði í rauninni aldrei óöryggi þannig. En já, þannig að í rauninni það sem er líka það sem skiptir svo miklu máli, það er að ég hafði í rauninni val bara hvernig ég ætlaði að takast á við þennan vanda og hafði mjög svona skýr markmið í upphafi sem ég vissi svo sem ekki endilega hvernig myndi fara. En ég er hjúkrunarfræðingur og ég vissi það og ég hafði predikað við mína skjólstæðinga að stuðningur skiptir máli og ég hugsaði bara með mér alveg fjandi, ég get ekki farið að gera annað en að fylgja því sem ég er að predika sjálf. Þannig að ég fann eftir 1,5 ár í lyfjameðferð að sára þörf fyrir þennan stuðning sem ég var aðeins farin að finna að væri í boði í Reykjavík. En hann var ekki til boði út á landi og fyrir utan alltaf hann gríðarlega kostnað og líka fjarvera frá börnum. Þannig að við fjölskyldan tókum ákvörðun að flytja búferlum suður. Og það náttúrulega setur svolítið strik í reikninginn líka, en gekk alveg ágætlega vel og en það gerði það verkum að við gátum þegið jafningastuðning og niðurgreiðslu hjá Krafti, niðurgreiðslu lyfja og fengum ýmsar ferðir eins og skíðaferðir núna seinustu helgi og jöklaklifur og fleira. Og ég hef sótt viðtöl og námskeið í ráðgjafarþjónustunni í jóga, nýdra og kynfræðslu og í ljósinu þá hef ég rauninni ákvað að mæta í ljósið eins og mína vinnu. Það er endurhæfing fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur og ég hef í rauninni mætt bara. Það var mín vinna að mæta þangað. Þar var alltaf húsið opna klukkan 8, loka klukkan 4 og og ég fékk útprentaðan lista af því sem ég hef búin að sækja þar. Og þetta er bara alveg, ég er bara búin að vera á fullu, En já. En staðreyndin er sú að að svona stuðningur, hann verður bara ekki til nema með samstilltu átaki einstaklinga. Og það eru svo mörg nöfn sem að hafa snert mitt líf og gera það verkum að bæði ég og mínir drengir og bara stöndum bara þokkalega sterk í þessum ólgu sjó. Því að þetta er bara mikið meira en að segja það. Og já, ég bara ætla að stíga áfram út í þetta líf að bara sterkari og njóta. Það er ýmislegt sem kemur gott út úr þessu og já, þannig að bara takk kærlega fyrir mig. Og svo er það Gísli sem ætlar að klára þetta fyrir okkur. Gjör svo vel Gísli, gefa honum gott klapp. Já, góðan daginn. Takk fyrir.
Ég vil fyrst bara fá að klappa fyrir þessum hetjum undan mér. Já, ég heiti Gísli og ég aðstandandi. Kona mín Olga, hún greindist fyrir 6 árum og er með ólæknandi krabbamein. Þannig ég í þessum frábæra klúbbi sem enginn vill vera í, sko. En það ýmislegt sem maður finnur fyrir þegar maður kemur í svona klúbb eins og Kraft, Krabbameinsfélagið. Það alveg óendanleg virðing, ást, kærleikur. Og ef ykkur að pæla í skegginu þá þetta mitt svona afurð af þessari gagnkvæmu ást. Þetta motto Mars. En ég ætla nú bara að þetta stutt svona. Það sem við höfum notað Kraft alveg svakalega mikið. Hitt alveg frábært fólk, við höfum farið í ferðir, við höfum nýtt okkur sálfræðiþjónustu. Og svo eitt sem vantar, það stuðningsneti sem þeir eru með, alveg frábært. Þar fæ ég að vera stuðningsfulltrúi fyrir aðra sem eru svipaðri aðstöðu og eru ótrúlega margir sem að nýta sér það og mætti nýta betur því þetta eins og Hulda kom með áðan, þetta stækkandi hópur og við eigum ekki að vera að finna upp hjólið í hvert einasta skipti heldur nýta okkur reynslu annarra. Svo vill ég í rauninni bara segja lífið núna og fá að klapp fyrir Krafti og því sem búið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, þá erum við að fara að klára bara. Ég ætla að bjóða upp í spurningar ef að einhver hefur. Við kannski þurfum ekki að fá alla upp á svið eða hvað. Ef að fá alla sem að voru hérna uppi í dag til að koma upp á svið. Svo við getum fengið að spurja þau, hvar eru þau alls umöll? Eru þau einhverstaðar hérna? Hérna? Hulda, hún alltaf þarna. Já, komum på svið. Ég ætla að minnast á að það hægt að gerast sjálfboðlið hjá Kraft sem felst í aðstoða við ýmislegt eins og viðburðum sem þessum. Líka perla armbönd og þess áttar. Þið getið farið inn á Facebook og óska eftir inngöngu í hóp sem heitir Sjálfboðaliðar Krafts ef þið hafið áhuga á því. En síðan ætla ég að opna bara fyrir spurningar ef einhver hefur. Þið bara réttið upp hönd, svo ég sé ykkur. En einhver með spurningar, ef ekki þá get ég aðeins kickstarta þessu. Af því að ég með smá, bara svona almenna spurningu, þar sem ég kem frekar svona kaldur inn í þetta. En það af því að þú nefndir Hulda almenning í glærunaðinum og þínum fyrirlestri. Það sem ég að pæla sko hvernig, það margt í gangi í þjóðfélaginu okkar í dag. Hvernig náið þið og hvernig hafið hugsað ykkur að ná eyrum almennings varðandi bara það sem þarf að bæta hjá fólki sem greinist með krabbamein og aðstandandi þeirra? Já, það stórt spurt. Það í rauninni bara, sko, það eru náttúrulega góð hagsmunafélög ásamt Krafti sem að eins og Krabbameinsfélagið og stuðningshóparnir og svæðafélögin út á landi og Ljósið, Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna og það eru alltaf eins og Krabbameinsfélag hefur verið að standa fyrir motto Mars þennan mánuð, bleikuslaufinni, við höfum verið með vitundavakningar ungt fólk, hvernig þetta snertir fólk, krabbamein snertir fólk og ég held að í dag að þá snertir krabbamein flesta Íslendinga einhvern tímann á lífsleiðinni. Þannig að og þetta því ég segi sko almenning að þá í rauninni bara það hagur okkar allra Íslendinga að heilbrigðiskerfið okkar sé hvað best því að við vitum aldrei, við öll þurfum einhver tímann á heilbrigðisþjónustu að halda þannig að náttúrulega hagsmunamál okkar allra að það sé bara að við fáum hvað besta þjónustu þegar við leitum þangað þannig að og algjörlega, þú veist líka eins og ég segi bara tala til fólks og segja þú veist að láta sér máli varða, skilurðu bara já, ég greinist aldrei með krabbamein, ég þarf ekki á þessari heilbrigðisþjónustu að halda eða ég mun ekki lenda í bílslysi og þurfa að lenda upp á spítala eða þú veist, þetta er bara þetta er kerfi sem að við öll þurfum einhver tíma á lífsleiðin að nýta okkur mismunandi hvað mikið en þannig að þetta er klárlega mál sem við ættum að öllu láta okkur varða. Takk fyrir það.
einhver sem að kveikna á ljósi á einhverjum? Þá langar mig að spyrja Súsunu að einni spurningu. Af því að nú er ég í raun aðstandandi, ég á vin sem að fekk krabbamein. Þú getur fengið mækin bara hjá mér þegar þetta er búið. Hann er einhver bölvuð fokki þessi maður. Ég nenni ekki að standa í honum lengur. Og það var í raun, sko, þessi almenna spurning hver viðbröðin eru hjá mér þegar mér er sagt já, ég er sérst með krabbamein. Og ég kem að fjöllum af því ég veit ekki hvernig ég á að díla við það að vinur minn fái krabbamein. Og ég er kannski að leita til þín með bara, eða kannski mjög margra inni, bara með ráð á maður, af því maður fer í vorkun kannski fyrst, maður er svona í ólgusju tilfinninga og veit ekkert hvernig maður á að hafa sér og kannski mitt er líka bara að gera grín eða eitthvað og segja bara já, þá hefur nægan tíma til að spila FIFA eða eitthvað, en það er kannski ekki, hefur einhver svona ráð fyrir mann eins og mig í þessum aðstæðum? Já, sko, þegar ég grínist, að þá settist ég niður með foreldrum mínum af því að ég þekki þau og ég veit hvernig þau eru og ég sagði það, hér verður mér ekki hlíft fyrir ykkar tilfinningum. Ef að þið eru áhyggjufull þá segið þið það bara upphátt og ég vil ekki að sé ykkur feluleikur í gangi hvernig ykkur líður af því ég vissi alveg auðvitað var að taka á þau líka. En ég held að fyrst og fremst þetta er náttúrulega persónubundið og sumir er kannski erfitt með að hafa húmor fyrir þessu fyrst eða eitthvað sko, þannig að ég held að það sé bara langbest að spyrja viðkomandi bara hvað þarftu frá mér og ég bara, ég þurfti ekki að fólk vera að spyrja með því að því að ég fór bara upp að mínum aðstandendum og ég sagði bara það sem ég þarf frá ykkur og ég vil ekki eitthvað svona og hérna ég held að það sé bara almálið að spyrja, viltu öx til að gráta á eða viltu hlæja þessu eða finnst þér óþægilegt ef ég tala þetta eða þannig ég held að það sé bara langbesta leiðin sko, að spyrja. Takk fyrir það. Eru einhverjar fleiri spurningar? Já. Ég ætla bara að rölda hérna með mækin. Nei, þetta náði mér ekki. Gjör svo vel. Sæl, ég heit Drífa, er aðstandandi, nýgreindrar dóttur, tvítugrar. Mér langar að heyra að því að kom fram í máli síni að svona það sem að vantaði kannski helst upp á hjá þeim til dæmis sambandi við frjósemismeðferð væru upplýsingar frá læknum til sjúklingana að hvað væri í boði og svona þjónustan væri til boði en upplýsingarnar væri ekki alltaf aðgengilegar. Hver er reynsla ykkar af því? Bara almennt. Já, hérna heima þá. Reynsla okkar er svo að fólk er ekki alltaf að fá réttar upplýsingar á réttum tíma og já, það er í rauninni þannig. Ég held að heilbrigðisstarfsfólk sé að reyna að gera sitt besta en sem getur það verið bara einhver læknir gleymir því viðtalinu að tala þetta eða eitthvað slíkt og því miður er náttúrulega bara skaðinn svolítið skeður þegar þú byrjaður í meðferð, byrjaður í lyfjameðferð að þá ertu ekkert að fara í eggheimtu eða fara að láta frysta sæði. Þetta er eitthvað sem verður að gerast áður en að meðferð hefst. Þannig að það er líka punktur sem að algjörlega mætti betur fara og er það sem við höfum talað að heilbrigðisstarfsfólk, læknar og hjúkrunarfólk taki þetta samtal við ungt fólk eða bara spurji alltaf fólk, eru þið hætt í barninum, eru þið að huga að barninum, að fólk geti alltaf allan að fengið upplýsingar það. Síðan er á annan bóin að það er ekkert alltaf hægt að gera ráðstafanir, oftast með stráka, ekkert alltaf með stelpur því að það er ákveðið ferli sem þarf að fara af stað að framleiða egg. Þetta tekur svolítið tíma og stundum er svo bara tími ekki fyrir hendi. Þú verður bara að byrja með það strax. En fólk ætti alltaf að vera upplýst út í hvað það er að fara. Að það fá ekki að vita það bara eftir á, já, síðan bara, by the way, getur ekki eignast börn.
Þannig að þetta klárlega einhvað sem að við deilum með Danmörku að upplýsingarnar komast ekki alltaf til skila. Eru fleiri spurningar í sal? Spyr Atli. Já. Ég skal hlaupa með þetta. Góða kvöldi, ég heiti Sandra, maður Súsunu Sifjar. Mér langar aðeins að bæta við svarið við spurninguna hans Atla. Hann spurði hvernig þetta bregðast við og hvernig þetta að vera í samskiptum við fólk sem er að greinast. Dóttir mín og ég, við notum húmor mjög mikið, svartan húmor, allavega húmor, og ég held að sömu fólki bregði svolítið. Og við grátum líka saman, maður þarf að geta gert allt. En ég held bara að maður fara að sökkva sér mikið niður í svartsýnina og sorgina, þá náum maður sér ekkert á strik. En ég ætla að vara ykkur við. Ef þú átt krakka eins og ég, sem getur hort á mann með himinbláum augum og sagt, en mamma, ég er veik, getur þú verið smá meðvirk? Þá er hann að reyna að hafa eitthvað í gegn sem hann á ekki að hafa í gegn. Mjög gott. Einhverju fleiri? Ef það eru engar fleiri spurningar, þá held ég að við séum bara að fara að vera góð í bili. Ég minni á að þetta var allt saman live á Facebook og það þýðir að þið getið hort á þetta seinna ef þið viljið horfa á einhvern fyrirlestur aftur eða hvernig sem það er. Annars þakka ég bara fyrir mig og er það ekki?